Okay. Verið velkomin, 587. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, fjarfundur sem haldinn í dag 21. apríl 2020 klukkan 17. Viðstaddir á fundinum eru Friðjón Einarsson, Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margreta Sanders, Baldur Þór Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir, auk forseta Guðnýju Birnu. Ritari fundarins Hrefna Höskuldsdóttir. Nú á fundinum í dag tökum við fyrir 7 dagskrárliði. Það eru fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 16. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. apríl, fundargerð lýðheilsuráðs frá 7. apríl, fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 7. apríl, fundargerð velferðarráðs frá 8. apríl, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. apríl og að lokum fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 16. apríl. En nú vindum við okkur bara af stað, þannig að við tökum fyrst fyrir fundargerðir bæjarráðs frá 8. og 16. apríl og orðið laust. Og Friðjón Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Friðjón. Frú forseti, mig langar aðeins að ræða fund bæjarráðs 8. apríl síðastliðinn, en það voru nokkur atriði þar sem mig langar að nefna hérna. Í fyrsta lagi gleðilegt að við erum búin að fá formlega staðfestingu á því að fjármögnun á byggingu hjúkrunarheimilisins við Nesvelli tryggð. Fjármálaráðherra hefur skrifað undir það, þannig að nú má gera ráð fyrir að við förum á stað, en það allt klárt þar. Þannig að það mjög jákvætt. Annars langar mig aðeins að fara yfir þriðja dagskrárlið í þessari fundargerð, en mikil vinna hefur verið unnin undanfarna einn mánuð rúmlega hjá Súlunni, þar sem að skipaðir hafa verið nokkrir vinnuhópar sem snúa að atvinnumálum í bæjarfélaginu. Fyrst og fremst það starfsmenn sem þarna eru, en auk þess eru fulltrúar frá Heklunni sem aðstoða okkur við þessa vinnu. En á þessu fundi þá var samþykkt tillaga að breyta fjárfestingaráætlun Reykjanesbæjar þessa árs með því að markmiði að fjölga störfum, og þar hefur verið lagt til að ráðast í auknar framkvæmdir og önnur úrræði sem nema rúmlega 460 milljónum. Og þetta þá til viðbótar þeim framkvæmdir sem þegar hefur verið fyrirhugaðar á þessu ári sem voru 700 milljónir. Þannig hér við að tala hátt í 1200 milljónir og það þá fyrir utan Stapaskóla. Þetta hefur verið samþykkt í bæjarráði og hérna á sama fundi var Guðlaugi, sviðsstjóri umhverfissviðsins, að vinna að nánari útfærslu í samráði síðan við Súluna og þau ráð sem nú þegar hafi vinnu, þá vinnuhópa. Og gert ráð fyrir að minnisblað verið lagt fljótlega inn í bæjarráð, þar sem nánar verið tiltekið hvernig við ætlum að gera þetta, en þetta snýst náttúrulega ungt fólk, allt frá 16 til 25 ára til að gera þeim vinnu, og svo hvernig við getum farið flýtt framkvæmdum og farið í verkefni sem eins og viðhald og fleira til að skapa vinnu fyrir sem flesta. Ég bara mjög stoltur af þessari vinnu sem starfsmennir hafa unnið í þessu og vil nota tækifæri og þakka þeim sérstaklega vel fyrir það. Þetta mjög stórtækt hjá sveitarfélaginu og vonandi fer þetta allt fljótlega af stað. En vegna þessa þá verða fundargerðir Súlunnar, þar sem að vinna þetta, lagðar beint fyrir bæjarráð í framhaldi af þessu. Síðan langar mig aðeins að nefna og fá að lesa með leyfi forseta
bókun sem gerð var á Bæjarásfundinum, en þar segir: Bæjarráð Reykjanesbæjar tekur undir áhyggjur og varnaðarorð landssamtaka UN Women, lögreglunnar, aðalritara Sameinuðu þjóðanna, Kvennaathvarfsins og fleiri að ofbeldi í nánum samböndum sé að aukast í þeim heimsfaraldri sem við stöndum nú frammi fyrir. Fyrir flest okkar heimilið griðastaður, en því miður því öfugt farið hjá þeim sem búa við ofbeldi í nánum samböndum. Samhliða aukinni félagslegri einangrun skapast meiri hætta á að ofbeldi sé beitt. Bæjarráð hvetur fólk til að vera á varðbergi gagnvart ofbeldi, bæði þá sem verða vitni að slíku en ekki síður hina sem þurfa að upplifa slíkt. Brýnt að þolendum ofbeldis séu skapaðar aðstæður til þess að tilkynna ofbeldisverk án þess að skapa sér með því auka hættu. Stöndum saman gegn ofbeldi af öllu tagi. Síðan langar mig aðeins að nefna fundargerð þann 16. apríl. En þar í fyrsta lið kemur fram að eins og við vitum þá búið að vera að vinna að endurfjármögnun eignaðarfélagsins fasteignar. Skuldir félagsins hafa lækkað verulega núna síðustu mánuði og nema skuldirnar í dag 8,3 milljörðum og rekstur félagsins í fyrra var á góðu róli og skilaði hagnaði. Þó hann hafi nú ekki verið mjög stór en reksturinn í lagi. En við höfum hafið vinnu, eins og bæjarfulltrúar vita, endurfjármögnun á skuldum félagsins. Skuldirnar eru 1,3 milljarðar það bil. Og ef þetta tekst vel hjá okkur, endurfjármagna þessar skuldir, að þá má gera ráð fyrir því að afborganir geti minnkað hjá okkur rúmlega 200 milljónir á ári. Vildi bara nefna þetta, að þetta vinna sem tekur langan tíma og verið að fara nýjar leiðir í þessu og vonandi gengur þetta allt saman núna á sumri komanda. Meira var það ekki. Takk fyrir. Takk fyrir Emil. Einhverjir fleiri sem að vilja fá orðið undir fundargerð Bæjarráðs frá 8. og 16. apríl. Nú svo sýnist mér ekki. Þannig, jú, Baldur hefur beðið orðið. Baldur, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar, aðrir í streymisheimum. Þá var ég bara að velta fyrir mér þessari bókun auka fjárframlög í ýmsum verkefni. Hvort að við þurfum að senda þetta aftur í vinnslu í ljósi útspils ríkisstjórnarinnar. Þar sem þar eru verkefni sem að tengjast bæði vinnuskólanum og einhverjum öðrum óskilgreindu verkefnum, eða hvort að við eigum bara að taka þetta inn og bæta við með hverjum pakka sem kemur kannski frá ríkisstjórninni. Þetta bara svona vangaveltur. Takk Baldur. Margrét Þórarins hefur beðið orðið. Já, mér langar að gera grein fyrir því að Miðflokkurinn samþykkir ekki fundargerð Bæjarráðs frá 16. apríl í heild sinni. Hún samþykkir alla liði nema lið 4 og ég vil gera grein fyrir máli mínu. En ég vil sitja hjá í því máli, en Miðflokkurinn tekur undir sjónarmið vanhæfni forseta bæjarstjórnar. Varðandi vanhæfni bæjarstjóra kveður álitsgerð Ara Karlssonar lögmanns ekki afdráttarlaust á að bæjarstjóri sé vanhæfur, heldur getur það fallið til beggja átta og Miðflokkurinn leggur áherslu á að þegar vafi leikur á hæfi að það sé góð stjórnsýsla að stíga til hliðar og ég óska að þetta sé bókað. Þetta móttekið Margrét. Margrét Sanders beðið orðið, gjörðu svo vel. Margrét Sanders. Forseti, bæjarfulltrúar og góðir gestur. Já, ég vil taka undir orð Baldurs. Ég mjög ánægð með þá samstöðu sem við bæjarfulltrúar, bæjarráðið hefur verið varðandi ákvarðanir og aðgerðir á þessum tíma.
en væntanlega þurfum við að endurskoða hluta af þessu þar sem að sérstaklega var tiltekið í máli ríkisstjórnarinnar áðan að það var sérstakt fjármagn til Suðurnesja og hluti af því er beint og svipað því sem við erum að gera og það þarf að samþætta það, en að öðru leyti er þetta bara hrein viðbót og algjörlega frábært. Takk. Takk, Margrét. Ríon hefur beðið orðið eftir Gjörsvel. Ríon. Já, ég held að sé gott að þegar að þessi skýrsla ríkisstjórnar er komin í okkar hendur að vinahóparnir taki það og það verður rýnt hvað fer saman og hvað ekki. Ég tek undir þessu orð þeirra, þannig að við munum bara gera það. Takk fyrir. Frábært. Einhverjir aðrir sem að vilja taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs? Nú, svo er ekki og vil ég biðja þá bæjarfulltrúa sem geta samþykkt fundargerðirnar að greiða atkvæði eða gera grein fyrir sínu vali inn á chatinu og það er bókað að Miðflokkurinn greiðir ekki eða situr hjá undir lið 4 í fundargerð bæjarráðs frá 16. apríl. Ok, þá liggur fyrir að allir bæjarfulltrúar hafa samþykkt fundargerð bæjarráðs frá 8. og 16. apríl nema Miðflokkurinn situr hjá í lið 4 frá 16. apríl. Nú næst tökum við fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 17. apríl og munum við þurfa að samþykkja sérstaklega lið 2 Nesvelli breyting og deiluskipulagi. En þessi liður snýr að því að tillaga á breytingu og deiliskipulagi Nesvalla vegna lóðina Njarðarvelli 2 og Móavelli 1-13 vegna fyrirhugaðrar stækkunar á hjúkrunarheimilum 69 hjúkrunarrými samkvæmt uppdrætti THG arkitekta dagsett frá 31. mars 2020. Nú, ráðið, umhverfis- og skipulagsráð veitti heimild til að auglýsa deiliskipulaginu og haldinn verður íbúafundur og auglýsingatíma, hvernig svo sem hann verður haldinn. En bæjarfulltrúar með frjálst að taka til máls undir lið 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Og Margrét Sanders hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Margrét. Forseti og bæjarfulltrúar og gestur. Ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með þessar tillögur og þetta snýr að bílastæðamálum þar sem að verið að færa starfsmannastæðin á annan stað og gera þá meiri möguleika á stæðum fyrir framan og þetta er náttúrulega mun stærri bygging og fleiri aðilar sem verða þarna. Þannig að þetta er virkilega góð breyting og vonandi gengur þetta í gegn. Takk, Margrét. Einhverjir aðrir sem vilja taka til máls undir lið 2, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs? Eða vill einhver taka til máls undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs í heild sinni? Ok, þá munum við taka fyrir, við ætlum að kjósa lið 2, Nesvelli, þeir sem geta samþykkt lið 2 með endilega gera grein fyrir atkvæði sínu. Frábært. Þeir sem geta samþykkt fundargerð umhverfis- og skipulagsráð í heild sinni utan við lið 2 með endilega setja samþykki ykkar fram. Takk. Og hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá höldum við ótrúlega áfram og fyrir liggur fundur lýðheilsuráðs frá 7. apríl síðastliðnum og þeir sem vilja taka til máls fundargerð lýðheilsuráðs. Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, langaði bara rétt að fara yfir fundargerð lýðheilsuráðs en þar var farið einmitt yfir neyðarstjórn og fundi þar og svona aðalega þær félagslegar afleiðingar sem að hafa áhrif á íbúa, svona á lýðheilsu íbúa vegna þessa ástands sem við stöndum frammi fyrir. Og einnig fórum við yfir með lýðheilsufulltrúa Guðrúnu Magnúsdóttur tilmæli til bæjarbúa svona heilsuhegðun sem var deilt hér á samfélagsmiðlum. Og svo ræddum við svona komandi sumar og í samstarfi við umhverfis- og skipulagsráð erum við að
undirbúa grænmetisgarða þar sem að fjölskyldur geta ræktað sitt eigið grænmeti í sumar. Það verður vonandi bara kynnt á næstu dögum hvar það verður og hvernig og með hvað hætti bæjarbúar geta sótt að fá að rækta. Og við erum bara frekar bjartsýn á að það fari í gang bara sem allra fyrst í vor, eða í maí. Það þarf að fara að undirbúa það snemma. Og svona úr grænmetisgörðunum stukkum við eiginlega bara yfir í dýragarðinn sem að var hérna í fyrra hjá okkur í júní í Innri-Njarðvík sem að bæjarbúar voru mjög ánægðir með. En lýðheilsufræðingurinn ætlar að skoða það fyrir okkur hvort að hann muni taka aftur til starfa eða hvað verður áfram gert í því framhaldi. Takk fyrir. Takk Anna Sigríður mín. Er einhver annar sem vill hver þessi hljóðs undir fundargerð lýðheilsuráðs? Svo er ekki, þá býð ég bæjarfulltrúa sem geta samþykkt fundargerð lýðheilsuráðs brýnisilegast að gefa merki í chatinu hjá okkur. Og fundargerð lýðheilsuráðs er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá tökum við fyrir fundargerð menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar frá 7. apríl og ef ykkur bæjarfulltrúi vill hver þessi hljóðs undir fundargerð menningar- og atvinnuráðs. Nú, ef enginn vill taka til máls undir, Fríðan Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Fríðan. Frú forseti, takk þér fyrir. Mér langaði aðeins að fara í fundargerð menningar- og atvinnuráðs. Í fyrsta lið koma fram atvinnuleysistölur marsmánaðar sem við vitum og hefur verið rætt. Það komið hérna rúmlega 17% atvinnuleysi og það eru vísbendingar til þess að þetta atvinnuleysi í okkur geti farið á þriðja tuginn og stærsta hluti þess eru Íslendingar eins og kemur fram í fundargerðinni. Við auðvitað höfum miklar áhyggjur af þessu og vonum að það fari nú ekki sátt eins og vísbendingar benda til. En í öðru lið þá kynnti Þórdís Ósk Helgadóttir vinnu starfshópsins viðbrögð við efnahagslegum áhrifum og auknu atvinnuleysi vegna COVID. Og eins og ég sagði áðan þá var fyrstu tillögunum skilað inn til bæjarráðs og við ræddum aðeins áðan. Ég vil bara aftur ítreka góða vinnu hópsins. Það hefur verið mikið að gerast hjá Súlunni síðasta mánuðinn og rúmlega það og nóg að gera. Í þriðja lið er atriði sem er mjög skemmtilegt að sjá hvernig menning blómstrar á tímum COVID. En okkar stofnanir í Reykjanesbæ hafa gripið til ýmissa viðburða sem hafa verið streymt og þessi viðburðir hafa vakið mikla athygli og til að mynda þá voru 26.000 manns sem kíktu á tónleika Ásgeirs Trausta í Hljómahöll og síðan hefur verið streymt frá bókasafninu og menningarviðburðum fleirum og þetta hefur vakið mikla athygli og við sjáum það að virkni á Facebook síðu bókasafnsins til dæmis hefur aukist og það eru 600% fleiri sem höfðu samskipti á síðunni í viku fyrir fundinn og þetta hefur gengið ótrúlega vel. Og til dæmis á tæplega 4.000 manns horfðu á myndbönd með Höllu Karen sem streymt var hjá bókasafninu. Síðan hefur listasafnið og byggðasafnið verið með innslög og verið að streyma og Skessan í Hellunum hefur komið daglega inn á Facebook síðu með ýmsa hluti. Þannig að þetta hefur verið ótrúlega spennandi og mikil gróska í þessu og vil ég þakka fyrir það. Það verið virkilega glæsilegt. Annars sem ég vildi nefna er að nú er ég endurskoðun með barnamenningarhátíðina sem og 17. júní og það er verið að skoða hvernig hægt er að gera þetta. Þetta verður nú sennilega ekki með hefðbundnu sniði og það er verið að skoða hvernig við getum gert þetta skemmtilegt án þess að brjóta þær reglur sem settar hafa verið. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Fríðan. Einhver annar sem vill fá orðið undir fundargerð atvinnu- og menningarráðs? Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum.
Nú þá tekum við fundargerð velferðarráðs sem að við héldum hann 8. apríl síðastliðinn og þeir sem vilja taka til máls undir fundargerð velferðarráðs endilega gefa mér merki. Og Halldóra Fríða hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Halldóra Fríða. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að fara yfir þennan fund, en fyrst þarna að taka að María, staðgengill sviðsstjóra, kom og fór yfir mælaborðið og kannski bara svona aðeins til þess að nefna það þá kannski það kemur fram að 120 cirka einstaklingar hafa fengið greiddan framfærslustyrk núna síðustu 3 mánuði og svo stinga kannski samanburðartölurnar frá því fyrra svolítið, en það ber kannski að nefna að þessar tölur hafa verið að hækka og hafa gert það alveg frá síðasta vori, þannig að þær voru 100 eða þarna í kringu þetta líka frá síðasta hausti. En síðan fylgdi þarna eftir ársskýrsla velferðarsviðs sem mjög greinagóð og lögð fram frá öllum starfsstöðum sem tengjast velferðarsviðinu og færum við starfsmönnum sérstakar þakkir og hrós fyrir þessa skýrslu af því eins og áður sagði hún mjög greinagóð og kemur inn á mörg verkefni sem að okkur þykir brýnt að séu í forgrunni. Nú, þriðja málið sem þarna kemur fram ævintýrasmiðjur fyrir börn með fatlanir, en það gleðilegt að segja frá því að undanfarin ár þá hefur umsóknum í þessi sumarúrræði okkar fjölgað og voru til að mynda 14 börn sem voru í þessu úrræði árið 2018 og svo fjölgaði þeim í 31 barn sumarið 2019, en nú þegar hafa foreldrar 44 barna sótt þetta fyrir þetta sumar, þessa frístundaþjónustu. Og þá svona tökum við út af því að við séum sem sveitarfélag að fara að geta þjónusta þennan hóp mun betur og þetta úrræði orðið eftirsóknarverðara. Þannig að því teljum við brýnt að leita leiða til að fjölga stöðugildum í úrræði til að mæta þessari þörf og þetta líka, þessi þjónusta í samræmi við 16. grein laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og þess vegna leggur velferðarráð þarna til að það verði hægt að mæta þessari fjölgun starfa með eða í gegnum atvinnuátaksverkefni sveitarfélagsins. Þannig að við erum bara mjög ánægð með að það sé þessi aðsókn í þetta úrræði. En síðan það umræða viðbrögð velferðarsviðs vegna COVID-19 og þarna kemur fram að aðgerðaáætlun var gerð fyrir velferðarsvið í heild og hún gerð á grundvelli viðbragðsáætlunar Reykjanesbæjar og þjónustunni hefur í raun og veru verið mjög mikið breytt eins og þjónustu annarra stofnana okkar sveitarfélags og þar með erum við að tryggja öryggi bæði starfsmanna og þeirra sem eru að nýta þjónustuna. Við höfum náð að færa þjónustuna í meira mæli heim til notenda og höfum getað veitt fjarþjónustu þar sem að því hefur verið komið við og starfsmenn hafa lagt allt í sölurnar við að ná í fólki sem þá notendur þjónustunar og nota þar síma og sinna þá þannig vel eftirfylgd með málum. Og við kannski vildum nota tækifæri sérstaklega og þakka líka öllu starfsfólkinu okkar sem að sinna þessari þjónustu af því að þessi viðbrögð hafa þurft að vera hröð og það eru ýmsar takmarkanir sem hafa þýtt röskun á hefðbundnu starfi og starfsfólki hefur fundið mjög svona snöggar og góðar lausnir og unnið út frá þeim tilmælum sem hafa verið gefin af mikilli fagmennsku. Þannig að við erum með mjög lausnað með starfsfólk sem ber að þakka. Takk fyrir.
Takk, Halldóra. Margrét Þóra, eins og við biðjum orðið, gjörðu svo vel, Margrét. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég kem hér undir lið 1 í fundargerð velferðarráðs. Þetta eru alveg mjög sláandi tölur og eiga eflaust eftir að hækka í ljósi þess ástand sem við erum að glíma við í dag. Kostnaður vegna stjórnsýslunar hækkaði 40 milljónir í síðustu fjárhagsáætlun og ég spyr því meirihlutann hvort að það komi til greina að lækka þennan kostnað eins og að lækka til dæmis laun æðstu stjórnenda Reykjanesbæjar. Sérstaklega í ljósi þess að tekjur koma til með að fara hratt lækkandi og gjöld að sama skapi hækka vegna veirufaraldsins. Ég óska að þetta sé bókað. Takk, Margrét. Þetta er tekið til greina. Er einhver annar sem vill biðja orðið undir fundargerð velferðarráðs? Baldur Guðmundsson og biðja orðið, gjörðu svo vel, Baldur. Takk, virðulegi forseti og góðir bæjarfulltrúar og aðrir sem eru að hlusta. Þá er liður 3 sem ég langaði aðeins að minnast á sem voru fyrir fötluð börn og ég held ég hafi heyrt rétt þegar ég hlustaði á málflutning ráðherrann okkar að þarna ætti að koma peningur sérstaklega í verkefni fyrir fötluð börn þannig að við þurfum bara að vera vakandi fyrir því að sækja í þann sjóð. Því að mér heyrðist, ég man ekki betur en að það hafi verið sérstaklega nefnt að það ætti að setja verkefni fyrir fötluð börn einmitt í sumar. Það er bara það sem ég langaði að minnast á. Takk. Takk, Baldur, góður punktur. Fríðan Einarsson, við biðjum orðið, gjörðu svo vel, Fríðan. Takk, frú forseti. Ég vildi taka undir orð annarra hérna og sérstaklega formannsins að það sem kemur fram í síðustu setningum fundargerðarinnar að samkomubann og aðra takmarkanir hafa þýtt röskun á hefðbundnu starfi sem starfsfólk hefur fundið lausnir á og unnið út frá þeim tilmælum sem gefin hafi verið af mikilli fagmennsku. Velferðarráð færir notendum þjónustunnar og aðstandendum þeirra og starfsfólki hlýjar kveðjur og hvatningu þeim verkefnum sem framundan eru. Bara ítreka þá skoðun að þau hafa staðið sig alveg frábærlega þetta starfsfólk á erfiðum tímum og sveigjanleikinn sem þau hafa sýnt hefur alveg verið til fyrirmyndar. Vildi bara koma því á framfæri. Takk. Takk, Fríðan. Einhverju fleiri sem vilja hljóðs til fundargerð velferðarráðs? Nú, svo er ekki og þá bið ég þá bæjarfulltrúa sem getur samþykkt fundargerðina að gera grein fyrir atkvæði sínu. Og það er komið og fundargerð velferðarráðs er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá höldum við yfir í fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. apríl síðastliðnum og gef ég orðið laust fundargerðina. Guðbrandur Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Guðbrandur. Guðbrandur, við heyrum ekki í þér. Fyrirgefðu, frú forseti og aðrir bæjarfulltrúar, ég var ekki með kveikt á mikrofónunum. Mér langar aðeins að nefna þetta nokkur atriði sem þeir skipta máli og byrja á númer 1 sem er gervigrasvöllurinn. Það er greinlegt að það verkefni getur farið á fulla ferð núna. Enda var gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun og sviðsstjóri umhverfis- og skipulags sviðsins er að tilkynna okkur að þetta sé að fara í útboð núna í maí. Þannig að við eigum von á því að verkið verði þá unnið í sumar og seinni hluta ársins. Nú síðan langar mig bara til að þakka íþróttahreyfingunni fyrir þau viðbrögð sem þau sýndu þegar Óskar var eftir upplýsingum stöðu þeirra og íþróttaráðið hefur fengið mjög greinagóða skýrslur stöðu félagana og það mun auðvitað bara hjálpa okkur til þess að skoða stöðu þeirra og það er bara nauðsynlegt fyrir okkur að hafa þessar upplýsingar því að það skiptir máli að íþróttahreyfingin geti starfað hér eftir sem hingað til. Því að íþróttahreyfingin eru eins og við þekkjum og vitum að vinna
mikilvægt verkefni sem að þarf að vinnast í sveitarfélögum og ég vil bara þakka fyrir þessa vinnu og mun leggja áherslu á það að við stöndum við baki á hreyfingunni eins og kostur er. Takk. Algjörlega, það voru flott orð, Guðbrandur, takk fyrir þetta. Margrét Sandís, við biðjum að gera svo vel, Margrét. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil taka undir orð Guðbrandar og ánað með að þetta komi frá Guðbrandi. Virkilega ánað varðandi gervigrasvöllinn og ég ánað með að þetta að fara af stað og lýsi því nefni það aftur það sem ég hef nefnt áður að það væri mjög ánægjulegt ef hluti af framkvæmdi gæti verið gerð í samráði við íþróttafélögin, þannig að íþróttafélögin myndu taka að sér hluta sem gæti þá reynst gott sem fjáröflun fyrir þau líka og þarna vonast til að það verið skoðað vel. Ég hef áður komið svo framfæri og það hefur verið tekið vel í það og fyrir það vil ég þakka. Takk María mín, þetta er bara góð hugmynd. Einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs? Ef svo er ekki og þá með að þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina endilega gefa mér merki á chatinu okkar. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú förum við í síðustu fundargerðina á fundinum okkar í dag og það er sem sagt fundargerð stjórn Reykjanessafna frá 16. apríl síðastliðnum og forseti þarf að ýta þessu máli aðeins úr hlaði og þarf ég að taka upp sérstaklega lið 3 og 4 sem að ég mun nú lesa upp fyrir fundin. Nú liður 3 lánasjóður sveitarfélaga á 237. fundi stjórnar Reykjanessafna þann 16. janúar síðastliðinn var samþykkt að hefja vinnu við endurfjármögnun á hluta og langtímaskuldum Reykjanessafnar til að létta greiðslubyrði hafnanna til framtíðar. Náðst hefur samkomulag við lánasjóð sveitarfélaga endurfjármögnun á lánum hjá lánasjóðum og létta þar með umtalsvert árlega greiðslubyrði hafnarinnar á komandi árum. Fyrir fundinum liggja 2 lánasamningar sem endurfjármagna 72% af skuldum Reykjaneshafnar hjá lánasjóðnum. Hann er í 2 liðum, liðum A og B og liður A er lánasamningur LSS nr. 2004/29 til endurfjármögnunar á eftirfarandi lánum hjá lánasjóði sveitarfélaga OHF 070203 14.10.047, 15.05.017, 15.11.035 og 16.04.013. Eftirfarandi var lagt fram. Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir hér með að taka lán hjá lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 231.111.673 krónur og að útgreiðslufjárhæð 251 milljón króna til 35 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingar sem liggja fyrir fundinum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar lána Reykjaneshafnar hjá lánasjóði sveitarfélaga sem falla undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt er Halldóri Karli Hermannssyni kennitala 0612585589 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánasamningu lánasjóðs sveitarfélaga fyrir hönd Reykjaneshafnar samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Til tryggingar skilvísri og skaðlausri greiðslu lána þess ásamt vöxtum, verðbótum og kostnaði stendur einföld óskipt ábyrgð eiganda sem er Reykjanesbær samanber heimild í 2. málsgrein 69. greina sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og setja þau til tryggingar tekjur sínar samanber 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Þetta var samþykkt samhljóða. Nú í B-lið er lánasamningur LSS nr. 2004/30 til endurfjármögnunar á eftirfarandi lánum hjá lánasjóði sveitarfélaga og ég ætla ekki að lesa upp allar þessar tölur, þið sjáu þetta þarna en eftirfarandi var lagt fram.
Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 340.123.420 krónur og að útgreiðslufjárhæð 380 milljónir króna til 35 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitinganna sem liggja fyrir fundinum. Lánið tekið til endurfjármögnunar lána Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga sem falla undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Halldóri Karli Hermannssyni kennitala 0612585589 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga fyrir hönd Reykjaneshafnar samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Til tryggingar skilvísir og skaðlausri greiðslu láns þessa ásamt vöxtum, verðbótum og kostnaði stendur einföld óskipta ábyrgð eiganda sem Reykjanesbær samkvæmt heimild í 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og styðja þau til tryggingar tekjur sínar, samanber 2. málsgrein 68. grein sömu laga og þetta samþykkt samhljóða. Og ég vil biðja ykkur afsökunar, kæru bæjarfulltrúar, það var sem sagt bókun en ég ætla að biðja ykkur ef þið getið samþykkt lið 3 í heild sinni eða ef þið viljið taka til máls undir lið 3 að gefa mér merki og svo tekið til máls undir lið 5 áður en ég gefi ykkur málfrelsi fundargerðina í heild sinni. Friðjón Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Friðjón. Ég vildi nú bara nota tækifæri til að hrósa höfninni að ég veit að þeir hafa verið að vinna að endurfjármögnun skulda hafnarinnar sem rétt milljarður í dag. Hérna að ræða lántöku eða endurfjármögnun á gömlu lánum á mun hagkvæmari vöxtum. Þetta kring 600 milljónir og fyrir mitt leyti þá samþykki þetta. Mér finnst þetta mjög gott hjá þeim að vera komin í þessa vinnu. Takk. Takk Friðjón. Einhver annar sem vil taka til máls undir lið 3? Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt lið 3 í fundargerð Reykjaneshafnar vinsamlegast gefið mér merki á chatinu okkar. Nú ágætu bæjarfulltrúar, ég búin að fá sent aðeins lengri lið varðandi 3. mál, þannig ég þarf aðeins að gera grein fyrir því, afsakið þetta. Nú, varðandi A og B lið, þá langar mig að lesa aðeins nánar lið 3, bara afsakið að þetta er tekið fyrir sérstaklega eftir á. Nú, hvað varðar lið A, lánasamningur LSS frá 2004-29, þá stendur hér, bæjarstjórn Reykjanesbær samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstólsfjárhæð 231.111.673 krónur að útgreiðslu fjárhæð 251 milljón í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingar. Þetta er allt sem við tókum fyrir hérna áðan. Nú, ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls lán þessa ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtu kostnaðar. Lánið er tekið til endurfjármögnunar á lánum Reykjaneshafnar sem falli undir lánshæf verkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbær selji eignarhlut í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Kjartan Má Kjartanssyni, kennitala 14.05614879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbær veitingu ofangreindar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Og hvað varðar B-lið? Bæjarstjórn Reykjanesbær samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól
340.123.420 krónur að útgreiðslu fjárhæð 380 milljónir í samræmi við samþykkta skilmála lánveitinganna sem fyrir liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnin lánasjóðum veð í tekjum sína til tryggingar þeirra ábyrgðar samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls lán þessa ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtu kostnaðar. Lánið er tekið til endurfjármögnunar á lánum Reykjaneshafnar sem falla undir lánshæfverkefni samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga númer 150 frá 2006. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda Reykjaneshafnar til að selja ekki eignarhlut sinn í Reykjaneshöfn til einkaaðila í heild eða hluta fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt. Fari svo að Reykjanesbær selja eignarhluta í Reykjaneshöfn til annarra opinberra aðila skuldbindur Reykjanesbær sig til að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu. Jafnframt Kjartanum og Kjartanssyni kennitala 14.05.614879 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjanesbæjar veitingu ofangreindar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessar. Afsakið þetta, kæru bæjarfulltrúar, þannig ég bið ykkur í ljósi þess að það vantaði þennan textabóti við og þið getið samþykkt fyrir mig lið 3 aftur ef þið samþykkið það. Og liðið 3 er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og ég bið ykkur afsökunar á þessu aftur. Nú, þá ætla forseti aðeins að fylgja á hlaði lið 5, sem sagt þessi bókun sem að Reykjaneshöfn leggur fram og bókunin segir hér með mikil óvissa er uppi í þjóðfélaginu og í heiminum öllum þessar mundir vegna alheimsfaraldurs COVID-19. Þessi óvissa hefur valdið rekstrarerfiðleikum hjá mörgum fyrirtækjum hér á landi sem brugðist hafa meðal annars við með uppsögnum á starfsfólki. Atvinnuleysi á landinu hefur því stóraukið síðasta mánuðinn, sérstaklega hér á Suðurnesjum. Stefnir í að atvinnuleysi hér á Suðurnesjum nái sögulegum hæðum á næstu vikum og er nauðsynlegt fyrir samfélagið að sporna við þeirri þróun, meðal annars með framkvæmdum sem skapa störf tímabundið og til lengri tíma. Ýmis verkefni hafa verið í undirbúningi í Höfn og Reykjaneshafnar sem skapa bæði störf og framkvæmdatíma sem og til lengri tíma. Í Helguvíkurhöfn hefur staðið undirbúningur að hafnaraðstöðu sem meðal annars skapa mikil tækifæri til atvinnusköpunar í samspili við starfsemi Keflavíkurflugvallar. Jafnframt myndi svo hafnaraðstaða styðja við öryggishlutverk Íslands á norðurslóðum og skapa möguleika til meiri uppbyggingar á því sviði. Í Njarðvíkurhöfn hefur verið í undirbúningur lagfæringar á núverandi hafnaraðstöðu sem fæli í sér aukna möguleika fyrirtækja sem þar starfa til að bæta í starfsemi sína bæði verkefnalega og í fjölgun starfa. Samhliða þeirra uppbyggingu skapast við þær hafnarframkvæmdir möguleikar fyrir nýja starfsemi á svæðinu. Þessi verkefni eru atvinnuskapandi bæði á framkvæmdatíma og til lengri tíma. Reykjaneshöfn er tilbúin til framkvæmda strax og leggja þar með sitt af mörkum til að spyrna við fyrirsjáanlegri þróun mála gegn því að aðrir opinberir aðilar leggja framkvæmdunum það lið sem þarf. Reykjaneshöfn skorar því á ríkisstjórn Íslands að leggja þessum verkefni liðs og hefja megi framkvæmdir sem allra fyrst til að sporna gegn atvinnuleysi á svæðinu sem nú þegar hefur orðið yfir 50% af stefnir herra. Þannig að þetta liggur fyrir frá Reykjaneshöfn. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem að vilja taka til máls. Það er ekki samþykkja þetta sérstaklega. En er einhver bæjarfulltrúi sem vil taka til máls sérstaklega undir fundargerð Reykjaneshafnar? Jón Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Friðjón. Þú ert á mute, Friðjón, þú ert á mute. Afsakið, frú forseti.
aðrir bæjarfulltrúar, mig langaði að koma undir fyrsta lið ársreikningur Reykjaneshafnar. En það vekur óneitanlega athygli að í fyrsta skipti í ansi mörg ár hagnaður á höfn á Reykjaneshöfn. Ég vildi bara vekja athygli á því. Við getum þá fagnað því að Reykjanesbær og öll dótturfyrirtæki eru núna rekin með hagnaði árið 2019. Takk fyrir. Takk fyrir hann. Baldur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Baldur. Já, viljið fórstu og góði bæjarfulltrúar. Ég bara að lýsa ánægju minni með þessa bókun hjá stjórn Reykjaneshafnar. En ég ætla aðeins að fjalla samþykktina sem liður 4, samþykkt fyrir Reykjaneshafn. Fór aðeins yfir þetta. Ég gerir ráð fyrir að við séum að samþykkja þetta. Það er 4. grein af samþykktunum sem ég hnaut Það er sagt að hafnarstjóri sé ráðinn af hafnarstjórn. Þeim daglega stjórn hafnarna í umboði hafnarstjórnar. Ég hélt að það væri Reykjanesbær eða bæjarstjórn sem réði alla þessa forstöðumenn stofnana. Einhver leiðrétti mig þá ef það er rangt, allavega kemur með þessa ábendingu að ég hefði haldið að hafnarstjóri væri ráðinn af bæjarstjórn. Ég loki máli mínu. Takk fyrir þetta, Baldur. Liður 5 var meira bara til upplýsingar fundagerðina. En einhver annar bæjarfulltrúi sem vill kveða sér ljós undir fundagerð stjórnar Reykjaneshafnar? Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundagerð Reykjaneshafnar mega vinsamlegast gefa mér best merki. Margrét Sanders hefur beðið orðið. Margrét Sanders, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Þetta sem Baldur er að segja, þurfum við ekki að vera með svar við því áður en við samþykkjum fundagerðina. Ef þetta kemur fram í samþykktunum svona og er ekki rétt, þá er vont að við séum að samþykkja eitthvað sem að stangast á við það sem á að vera eða ekki. Jú, góða punktur. Fríðan Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Fríðan. Frú forseti, takk fyrir. Ég verð að segja að bæjarstjórn hefur ráðið, eða bæjarráð hefur ráðið hafnarstjóra að ég held hingað til, en aftur á móti eru B-hlutafyrirtækin okkar sjálfstæð að þessu leyti eins og til að mynda Kalka. En því miður, ég bara er ekki viss með þetta hvað er. Kannski að bíða með þetta þangað til að við erum búin að fá það skýrt. Er það ekki kannski besta leiðin að fresta þessari ákvörðun þar til að þetta verður skýrt? Ég held að ef ég mætti fá orðið aðeins út af þessu. Já, það eru nokkrir í röðin og undagunar. Margrét Sanders hefur beðið orðið. Já, forseti, takk fyrir. Við gætum líka samþykkt þetta í heild sinni með fyrirvara þennan lið ef að menn vilja, ef það liggur á þessu, en ef það liggur ekki á þessu þá myndi ég leggja til að við myndum bara fresta þessu. Er það að tala um að fresta lið 5 í fundagerðinni? Já, fresta samþykktunum sjálfum sér. Af því að það þarf að vera rétt hvernig hafnarstjóri er ráðinn. Það er erfitt að vera að samþykkja samþykktir sem við erum ekki viss hvernig það á að vera. Þannig við gætum fresta því máli ef það liggur ekki á því, annars getum við með fyrirvara þann lið sem fjallar ráðningu hafnarstjóra. Lið 4. Já. Það er þannig að hingað til hefur bæjarstjóri ráðið þessu í umboði bæjarstjórnar. Guðbrandur Einarsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Guðbrandur. Takk fyrir, frú forseti. Ég kannski bara, það er eiginlega ótækt að skilja mál eftir
svona einhvers staðar bara út í loftinu og ég legg til að annarkvort vísum við þessu til forsetanefndarinnar til frekari úrvinnslu eða bara hreinlega til bæjarráðs. Við samþykkjum fundargerðina en vísum þessu tiltekna máli inn í einhverja nefnd, annarkvort forsetanefndina eða til bæjarráðs. Búinn. Þið eru þá væntanlega að tala lið 5, ef ég skil ykkur rétt. Lið 4. Lið 4. Já, það er komin upp tillaga að vísa lið 4 í fundargerð Reykjaneshafnar til annarkvort forsætisnefndar eða til bæjarráðs. Já, fyrirgefðu frú forseti, við þurfum bara að ákveða það. Já, samþykkti Reykjaneshafnar var tekið fyrir í forsætanefnd og var vísað þá. Þessu til forsetanefndarinnar til frekar úrvinnslu eða afgreiðslu. Það nú eðlilegra finnst mér að bæjarráð fjalla þetta, því að það auðvitað sá aðili sem hefur ótvíræð völd til þess að gera þetta. Virðulegur forseti, ég ætla ekki að fara í ágreining við bæjarfulltrúa Gunnar Þórhallsson þetta, en bæjarráð hefur ekki fullnaðaratburðina vald frekar en eitthvað annað. Það er alltaf bæjarstjórn sem samþykkir hlutina á endunum. Þannig að það ætti mér að sársaukalaust að fara í bæjarráð, en ég teldi eðlilegt að það færi í forsetanefndina þar sem allar samþykktir sem hafa verið gerðar undanförnu fóru gegnum forsetanefndina. Já, ég sammála því. Það er eðlilegast að byrja þar. En við getum kosið þetta, við höfum bara lýðræðisþáttinn á sig, þeir sem geta samþykkt til bæjarfjallráðs sem samþykkja að senda lið 4 til forseta, þannig að Baldur að biðja orðið, gjör svo vel Baldur. Já, virðulegur forseti og góðir bæjarfulltrúar og þeir sem eru að fylgjast með, af því að ég hef nú máls á þessu, þá er skjalið þannig úr garði gert að þarna eru track changes og það eru svona eitthvað orðalag og annað sem þarf kannski að laga, allavega sýnist mér, það eru innsláttarvillur og annað í þessu. Þannig að ef það er í lagi þá er allt í lagi að þetta fari í forsetanefndina og við bara hreinsum út skjalið og komist að því, ég bara held að þetta sé nokkuð pottþétt að hafnarstjórn, þó þetta sé B-hlutafélag, hefur ekki þetta umboð til að ráða hafnarstjóra. Ég held að ég er nokkuð viss að það er ekki þannig. En þarna var verið að breyta orðalagi, þetta var skipað, hafnarstjóri skipaður af bæjarstjórn, það var verið að breyta þarna í bara ráðinn. Það sé þá ekki skipunartími, heldur ráðningatími. En í leiðinni þá var þessu breytt í hafnarstjórn. Ég held að það sé bara einhver hugsanavilla, sko. Þannig að alveg sársaukalaust að vísa þessu í forsetanefndina sem að mun þá bara hreinskrifa þetta og skila skjalinu bara eins og það á að líta út. Takk Baldur. Ég er alveg fyllilega sammálaður þarna en við skulum bara fá viðhorf bæjarfulltrúanna okkar, þannig að endilega ef að þið samþykkið það að vísa lið 4 í forsetanefnd þá megið þið gera grein fyrir ykkur á tjattinu. Og þá eru komin 11 atkvæði eða öll atkvæði sem að greiðast til þess að við sendum eða vísum lið 4 í fundargerð stjórn Reykjaneshafnar til forsetanefnd. Er einhver bæjarfulltrúi sem vil taka til máls undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar í heild sinni? Nú svo er ekki. Þá vil ég biðja þá bæjarfulltrúa sem að geta samþykkt fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar að öðru leyti að gefa mér merki á tjattinu. Og það er samþykkt af öllum greiddum atkvæðum. Nú þá er fundargerðin okkar tæmd, þannig að við gerum smá hlé á fundinum meðan gengið er frá fundargerð. Fundargerð. Þá er Hrefna tilbúin að lesa yfir fundargerð fundarins, gjörðu svo vel Hrefna. Hrefna, ég var að spá í einu, því ég sendi póstin í dag, það kom ekki fram
að þetta var sko mál númer 4 í fundargerð bæjarráðs frá 16. apríl. Sástu það? Já. Já, ok, fyrirgefðu. Takk. Já. Fundargerð 587. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, fjarfundur haldinn 21. apríl 2020 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þ. Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Sanders, Margrét Þórarinsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Í forsæti var Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fyrsta mál, fundargerðir bæjarráðs 8. og 16. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Baldur Þ. Guðmundsson og Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun. Bókun barst með rafrænt, þannig að ég óska heimild að forseta að sleppa að lesa hana. Forseti gaf orðið laust fundargerðirnar og til máls tók Margrét A. Sanders. Fundargerðirnar samþykktar 11.0. Margrét Þórarinsdóttir situr hjá í máli 4 í fundargerð bæjarráðs frá 16. apríl 2020. Annað mál, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 17. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust eftirfarandi lið fundargerðarinnar frá 17. apríl til sérstakrar samþykktar. Annar liður fundargerðarinnar breyting á deiluskipulagi. Til máls tók Margrét A. Sanders samþykkt með 11 atkvæðum. Fundargerð samþykkt að öðru leyti án umræðu 11.0. Þriðja mál, fundargerð lýðheilsuráðs 7. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Fundargerð samþykkt 11.0. Fjórða mál, fundargerð menningar- og atvinnuráðs 7. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson og Guðný Birna Guðmundsdóttir. Fundargerð samþykkt 11.0. Fimmta mál, fundargerð velferðarráðs 8. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tók Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir og Margrét Þórarinsdóttir sem lagði fram eftirfarandi bókun. Bókunin barst rafrænt, þannig að ég óska að sleppa því að lesa hana. Forseti gaf orðið laust og til máls tóku Baldur Þ. Guðmundsson og Friðjón Einarsson. Fundargerð samþykkt 11.0. Fundargerð í sjötta máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs 14. apríl 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Guðbrandur Einarsson og Margrét A. Sanders. Fundargerð samþykkt 11.0. Sjöunda mál, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar 16. apríl 2020. Þriðja mál frá 240. fundi stjórnar Reykjaneshafnar 16. apríl var tekið sérstaklega fyrir með eftirfarandi bókun. Viltu að ég lesi bókunina, Guðný? Er það ekki venjan? Já. Það er A. Lánasamningur LSS númer 2004-29. Bæjarstjórnar Reykjanesbæjar samþykki hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði sveitarfélaga höfuðstóls fjárhæð 231 milljón. Hrefna, já. Ég er að fá eina skilaboð frá Guðbrandi að þess þarf ekki, fyrst að við lásum þetta upp áðan og samþyktum sérstaklega, þannig að það þarf ekki. Já. Og heimildin var samþykkt 11.0. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Baldur Þ. Guðmundsson, Margrét A. Sanders, Gunnar Þórarinsson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerð samþykkt 11.0 en lið 4 úr fundargerðinni er vísað til forsetanefndar. Já, kæru bæjarfulltrúar, þá er þessi fjarfundur okkar komin enda. Þeir sem geta samþykkt fundargerð bæjarstjórnar vinsamlegast gefið mér merki inn á chatinn okkar. Þannig að þið endilega sendið á Hrefnu tölvupóst eins og við höfum verið að gera. Já, ég er búin að fá merki frá öllum bæjarfulltrúum á chatinu að þeir hafa samþykkt formulega fundargerð bæjarstjórnar og ég gerir ráð fyrir að Hrefna sé komið með póst frá öllum líka. Það er svona að þetta er í vinnslu.
Nú, forseta langar bara í lok fundar með að við hingrum eftir þessum síðustu póstum að þakka ykkur kærlega fyrir hversu dugleg þið hafa verið að tileinka ykkur þessa nýja tækni og hvað þetta gengur vel, svona tiltölulega hjá okkur. Og svo langar mig líka að taka undir að mörg ykkar tekið tækifæri og hrósa starfsmönnum Reykjanesbæjar sem eru okkur ómetanlegir og við búum yfir rosalega öflugu starfsfólki og þetta hefur gengið mjög vel hjá okkur. Við erum líka að sjá að COVID-smit á Suðurnesjum, við erum í 4. sæti yfir smitustu svæðin sem ekki ídealt eins og maður segir en þú veist, við hefum getað séð miklu verra þannig að ég fagna því alveg ofboðslega á meðan og mig langar líka að hvetja ykkur til að kíkja á hvað ríkisstjórnin var að setja fram núna áðan með aðgerðapakkann og þá víst sérstaklega að sinna geðheilbrigðismálum og vonandi eitthvað til Suðurnesja líka. Ég ekki búin að lúslesa þetta yfir en ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta og við munum að sjálfsögðu fara yfir hvað hentar okkar svæði og vonum það besta út af því að við erum að sigla í erfitt árferði og við þurfum að standa öll saman þar og ég vil bara þakka ykkur fyrir hvað þetta hefur gengið vel samstarfið okkar. Nú, við verðum svo bara í sambandi varðandi næsta fund, hvort sem hann verður á Teams aftur eða hvort við hittumst í hljómahöll. Við fáum bara væntanlega betri upplýsingar það þegar annað dregur. En ég búin að fá skilaboð að allir bæjarfulltrúar hafa samþykkt fundargerð bæjarráðs. Þannig að ég vil bara enn og aftur þakka ykkur fyrir, þið að standa ykkur frábærlega vel og ég ætla að slíta formlega 587. fundi Reykjanesbæjar fjarfundi. Takk fyrir í dag.